Í ritgerðinni þurfum við að nota 2 bóklegar heimildir. Til að finna þessar heimildir þá er gott að fara inn á leitir.is og þá er gott að skrifa bara nafnið á landinu, byrja á því. Og þá fæ ég alls konar hugmyndir upp hérna. Ég fæ 2498 niðurstöður. Þar eru bækur 1951 og ég byrja á því að velja með bækur og þá get ég valið til dæmis ferðahandbækur eða sögu Kína eða bara almennt Kína og svo get ég skoða fleiri möguleika og þá get ég hakað við hérna að velja eða sleppa. Ég get líka valið að hafa bækurnar bara á íslensku. Og þá ég komin niður í 93 og þá get ég raðað hérna og beðið nýjustu bækurnar fyrst. Og svo fletti ég bara í þessu og skoða hvað mér langar að fjalla og athuga hvort ég geti fengið eitthvað staðar. Og kannski ætla ég bara að tala meira kínverskan mat og þá myndi ég fara hérna í staðsetningu frátæktir til að skoða hver ég geti fundið þessa bók. Og ég sé að Borgarbókasafnið á mikið á þessa bók en kannski hún til í bókasafni Kópavogs og hún til þar til dæmis. Þá vel ég hérna áfram og hún í útláni þar. Í vanskilum þar sjáið þið. Og þá bara skoða ég betur eitthvað staðar annar staðar. Gerðuberg, það nálægt okkur. Þar eru til 2 eintök önnur í hillu og þá gott að skrifa hjá sér þetta númer og hafa það með sér á safnið. Þannig að maður eigi auðvelt með að finna. Þannig að maður skrifar alla þessa romsu hérna. Hún í hillun 641 í undirflokk 02 og í R-inu af því hún eftir Gordon Ramsay. Og ef ég ætla að skoða betur einhverja aðra bók þá get ég farið bara að skoða hana og svo get ég ítt hérna á X-ið og þá fer þetta hérna út. En það mjög sniðugt að nota sér þessa möguleika til að þrengja leitina. Og þið getið fengið líka pínlítið nánar bókina. Og kannski eitthvað búin að setja eitthvað texta. Það reyndar mjög fáar bækur sem eru komnar með notenda umfjöllun. En hérna getið þið fengið eitthvað hugmyndir hvað bókin fjallar. Hvenær hún gefin út, hvað hún stór og yfirleitt svona eitthvað pínlítið efni bókarinnar. Endilega notið ykkur þetta hérna, leitir.is.